Komið sæl. Herðu, ég náttúrulega svo mikið súkkulaðikona, þannig að mér langar til þess að sýna ykkur hvernig ég geti gert hollar, mjög einfaldar súkkulaði brownies. Og ég er líka rosalega mikið fyrir að hafa hlutina, eins og ég segi, súper svona fljótlega og einfalda, þannig að það eru mjög fá innihaldsefni og þetta brownies er bara gert á 0-1. Þannig að ég ætla bara að sýna ykkur hvernig við gerum þetta. Og uppistaðan í þessu eru medjól döðlur og það eru ferska döðlur og þær eru svolítið öðruvísi heldur en þessar þurrku því þær eru náttúrulega ofboðslega mjúkar og mér finnst það mikið skemmtilegri í bakstur heldur en að nota þessa þurrku. Og döðlur eru náttúrulega afskaplega holl fæða, þær eru náttúrulega innihalda járn og þær eru einstaklega trefjaríkar, þannig eru mjög góða fyrir meltinguna. Svo gefa okkur náttúrulega líka náttúrulega sætu, þannig við fáum smá svona orku yfir daginn. Þannig að þetta má vera desert, þetta má líka vera bara millibiti. Þannig að við ætlum að setja döðlur í matvinnsluvéla og við ætlum að setja valhnetur. Við erum með 1 poka af valhnetum og það er svona eins og 1 bolli cirka. Og þið megið ef þið viljið, þá megið þið setja halvan bolla valhnetum og halvan haframjöli ef ykkur finnst það skemmtilegri svona samsetning. En eins og ég segi, ég vil oft hafa þetta bara svolítið einfalt. Og svo það bara döðlurnar og það eru 15 stykki af medjól döðlum. Ef þær eru ekki til í búðinni þá megið þið líka nota aðrar eins og þurrkar, þá verðið þið bara að leggja þær aðeins í heitt vatn í smá tíma. Þá mýkjast þær. Þannig að það má vel nota það. Svo ætlum við að nota hrákakó, lífrænt kakóduft og það búið að vinna kakó yfirleitt töluvert, venjulegt kakó, þannig að ég kýs að nota alltaf bara hrákakó. Það er bara með hærri andófsmannagildi í kakóbauninni og eins og við öll vitum orðið í dag þá er náttúrulega kakó bara meinhollt fyrir okkur og við ætlum að nota, þó það er líka aðeins ljósara og það er einhvern veginn mýkra, það er ekki alveg eins rangt. Þannig að ég er rosa hrifin af þessari tegund og nota hana frekar mikið þegar mér finnst súkkulaðan svakalega gott. Og við ætlum að nota svona 2 til 3 matskeiðar af kakódufti. Það fer eftir hvað þið eru mikið fyrir súkkulaði. Ég ætla náttúrulega að nota 3. Og það er náttúrulega búið að rannsaka líka kakóbönuna alveg heilmikið og hún hefur alveg ótrúlega góð áhrif á heilsun okkar. Þannig að við ætlum að fáum örugglega alveg rosalega gott kakóbragð þessu. Svo setjum við smá vanílu. Mér finnst einhvern veginn alltaf gott að setja vanílu í allt og ég ætla að setja alveg svona góða teskeið af vanílu. Pínlítið meira. Þetta er náttúrulega lífræn vaníla og ég er eiginlega bara löngu hætt að nota þessa gömlu vaníludropa því að mér finnst bara, þegar maður er með svona rosalega flott gæða vanílu, þá kemur einhvern veginn allt annað bragð. Það er einhvern veginn léttara og ferskara og svona meiri alvöru vanílubragð. Og svo ætla ég að setja bara pínlítið himalega salt, bara örlítið, bara svona það dregur aðeins svona bragðið fram svolítið í kökunum. Heyrðu, og svo náttúrulega setjum við bara tryllitæki af stað og við ætlum að hræra þangað til við náum þessu bara í svona 1 góðan svona klump og þá setjum við þetta í form. Þannig að nú er bara að skvetta þessu öllu saman. Jæja, þá er þetta klárt. Þá lítur þetta bara svona út, þá er þetta bara svona risastór klumpur sem þannig að það er allt búið að blandast saman og við skellum þessu bara onni og reynum svolítið að ná restina af deginu og nú er þessu bara, mér stilur bara best að fara með hendurnar í þetta. Þannig að við erum í rauninni bara að fara að þjappa þessu svolítið saman og ég er bara með svona lítið brownies, svona sílikonform og það er mjög gott að setja í grunninn smá bökunarpappír. Það er bara svona auðvitað þægilega að losa kökuna úr og eftir. Þannig að það er oft gott að nota bara hendurnar í þetta og svo getur maður aðeins svona, ef maður vill í lokin, nota spaðan til þess að gera þetta svona fallegra. Þið bara þjappið þessu vel út í öll hornin. Svona. Svo ætlum ég bara örlítið bara aðeins að svona það er skemmtilega að hafa þetta svona smartara aðeins að slétta úr þessu. Ég ætla aðeins að skreyta þetta, bara svona til að gera þetta pínu huggulegra og ég er bara búin að saxa smá valhnetur og ætla bara svona aðeins að dreifa þeim ofan á
Og þið með setja, þú veist, þið getið skreytt þetta með kókoslögum eða hampfræjum eða bara hverju sem þið viljið. Sumir myndu kannski bræða súkkulaði á þetta, það má líka. Þannig að þetta bara tilbúið svona. Og svo þetta bara sett inn í kæli í nokkra klukkutíma til þess að kakan fá aðeins að taka sig og þetta fær aðeins að blanda saman. Og þá bara skera þetta í fallega góða bita og þá endum við bara með svona flotta browniesbita. En þetta ótrúlega góð og einföld kaka, þannig ég hvet ykkur alveg til þess að prófa hana. Og ef þið viljið þá getið þið sett eins og segi, ykkur krydd eða eitthvað í hana meira eða viljið hafa þetta svona poppa þessu bragð í henni, en hún ótrúlega góð svona eins og hún svona einföld. Þannig að bara verið ykkur góðu og njótið.